Já, verið velkomin í Game TV. Það komið að árlegum viðburði, svona nánast hvert ár, það að prófa nýjan Assassin's Creed leik. Þeir reynda tók sér frí, hvað fyrir 2 árum síðan eitthvað? Já. Sem var ágætlega verðskuldað og bara fínt að gera það. Já. En þeir eru komnir skáutleik í fyrra og eru komnir aftur á sinn árlega svona rúnd með leikina. Og nú var að koma út leikurinn fyrir stuttu Assassin's Creed Odyssey sem er bara nýjasta ævintýrið. Og þeir eru að taka svolítið skrefið til fulls. Þeir eru búin að vera að fara meira frá þessum gömlu Assassin's Creed svona stemmingu meiri yfir svona roleplaying. Já. Og þarna takaði skrefið eiginlega bara til fulls. Aðal sölupunkturinn í þessu leik er roleplaying elementið, ekki? Jú. Þeir eru mikið búin að tala um það. Ég hef mikið séð það í trailerum og alls konar. Jú, þeir vinna mikið með það og líka að þú getur, núna getur þú valið hvort úr karlkyns eða kvenkyns assassin. Þannig að yfirleitt þá hefur líka verið að gera hingað til mikið úr karakternum, þú veist hver hann er og svo framvegis. Þannig að núna er það kannski meira, nú ertu annarkvort kona eða karl og ert að fara í gegnum þetta. Þetta er rosalega mikið svona eins og myndin 300, Spartans. Það var allir sér 300. Já, og meiri sé að sko í byrjunar opnunarsenunni þá talar hann alveg svo Gerard Butler, aðalgaurinn. Og þeir eru þarna spartverjarnir í þeim fræga bardaga sem er tekinn hérna í 300. Þannig að þetta svona tengist þar. Og þetta er náttúrulega bara risastór open world leikur. Ég er að fíla nokkuð vel. Þetta er svona, ég er að fíla náttúrulega mjög mikið Witcher. Ég er að fíla mikið hestaleiki. Þú fílar hestaleiki? Já, Witcher og hvað heit hann, Horizon hérna. Hann var nú svona vélhestum. Já. Og náttúrulega Red Dead og svona, eru margir svona hestaleiki. Þannig að þú lýsir þessum leikjum sem hestaleiki? Já, það er ástæða fyrir því að maður er náttúrulega með sinn hest, sko. Hann er hérna á ströndinni, sko. Við byrjum hérna náttúrulega út í miðju vatni. Þú ert bara að senda út í miðjan? Já, við byrjum í miðju vatni. En áður við förum kannski gegnum, þú veist, inn í leikinn sjálfan. Nú er ég að fara að leysa eitthvað verkefni sem ég aldrei leyst áður, sem er story verkefni og það er það hérna, ég þarf að stela hérna Penelope Shroud. Það er eitthvað hérna mjög skemmtilegt og við erum að fara í það. Þú ætlar að hjálpa mér í gegnum það. Ég er hér þér til aðstoð. Já, og það sem við ætlum að velja hérna er náttúrulega mappið er risastór leikur, sko. Þetta er náttúrulega stærsti bara Assassin's Creed leikurinn hingað til. Og það sem maður getur valið í fyrst skipti er að maður getur valið hvort maður sjáu hvert maður á að fara næst eða ekki. Og ég er náttúrulega hefða inni af því ég er náttúrulega verulega illa gefinn að finna út, þú veist, hvar ég er að fara næst. Ég nenni ekki að vera að leita því. En þú getur slökkt á því og þá segir bara, hvert á ég að fara? Já, farðu þarna, það er þarna einhvers staðar sunnan við þessa styttu eða sunnan við þessa vík eða eitthvað. Þá er maður að fara að leita actually að því sem er að gerast. Það kemur ekki inn á mappið. Og ég er bara ekki nógu hardcore fyrir það. En það er hægt að gera. Mappinu, svo er þetta questing og hérna bara eins og þetta þekkist úr leikunum. Inventory, þetta er náttúrulega mjög svona roleplaying-legt inventory. Getur valið hvernig vopn úr með boga líka. Svo getur svona alltaf aukið krafta nýja gerðir og örvum. Svo ertu náttúrulega bara með, þú ert með hérna hjálm eða einhverjar allskyns brynjur. Og svo ertu með hestinn. Hestinn sem er mikilvægasti parturinn af þessum leik fyrir þér. Og svo eins og segi, ertu svona að spila hann á kannski trávið og sér að það neðst er Hunter, Warrior og Assassin. Getur séð damage sem þú er búin að gera sem slíkur. En svo sér þér ég er búin að taka 766 í damage sem Assassin. En það elska að koma aftan af fólki og læðast aftan af fólki. Jep, og það er mín sérgrein. Og svo er þetta bara health og armor. Og svo er abilities, það er bara skill tree. Og það er náttúrulega byggir á þessu sama, Hunter, Warrior og Assassin. Og skill tree er bara að þú getur fengið hérna, eins og sér hérna hægra meginn svona melee og ranged, getur þú fengið svona, þú veist, hérna nýja græður og sem hjálpa þér í bardugum. Og svo mercenaries, það er bara hérna ertu að, þú ert svona eftirlýstur. Og það er einn að elta mig núna sem er hérna, tier 9 svo getur þú svona farið yfir og þú getur verið svona wanted ef það er einhverjir gaurar að elta þig og þú verður að drepa þá til að slökkva því og þessi gaur til þess að elta mig, hann er mjög creepy. Hann myndir náttúrulega enginn vilja bara nokkuð tímar að þessi maður vera að elta sig. Þetta er ekki scary maður, sko. Nei, hann er creepy. Hann er mjög creepy, hann er óþægilegur. Já, hann er óþægilegur. Hann er ekki verið að hán. Þannig að þetta er svona eins og þetta virkar. Svo er þetta basically bara... Og koma þeir bara, þeir komur allt í einu? Já, hann er hérna rétt hjá þessi gaur, sko. En þú ert búinn að hitta hann? Já, en ég er ekki komin nógu hátt level til að díla við hann. En núna er ég að nálgast þetta, þú veist, ég er að fara að finna Penelope Shroud. Sagan hefst út í sjó. Hefst út í sjó, sér okkar maður, nei hvað er þetta, eðla? Sérðu? Þetta er fiskur? Fiskur! Er þetta eðla? Þetta er flottur! Herru, og við náttúrulega erum með fuglinn okkar. Þetta er náttúrulega þekktur úr þessu leikinn. Við þekkjum þetta sem Já, þetta þekkja allir sem hafa spilað Assassin's Creed. Og nú getum við stoppað fuglinn og við getum tekað á hvað fuglinn gerir hérna. Ég verð að segja, ég er búinn að spila hann leik bæði í prófvél, ég er að spila í PlayStation 4 og hefðbundið í PlayStation 4 og ég verð að segja að ég hérna, það er mikill munur. Það er mikill munur? Það er mikill munur. Ég heyrðu það fyrst hér. Og hérna er það að segja, hérna er að fara í, þú veist, mér finnst bara
hann hökti svolítið, þetta er náttúrulega risastór opin svæði sko. Já. Og hökti svolítið og svo bara, mér finnst meiri dítel í öllu og mér finnst svona einn af þeim leikjum, það er náttúrulega margir leikir sem maður hefur upplifað, það er hellingur af gaurum. Þú ert að fara að díla við fullt af gaurum, ég er mjög spenntur. Mjög spenntur og þannig að þú veist, en svona einn af fyrstu leikjum sem mér finnst svona mjög mikið í gangi. Já, ok. Þú veist, varandi það, mér finnst texturinn betri, mér finnst allt einhvern veginn, mér finnst hann bara keyrast upp í gæðin með prófílinn. En hann er mjög flottur samt. Það meikar alveg sens að prófílinn sé betri. Heyrðu, en það er eitt sem að prófílinn lagar ekki. Og það er spilaviska mín til að spila og það er sérðu ölduganginn. Það er enda rosalega. Það fíla þetta er svo að vera bara á ægisíðunni maður og allt sérðu. Frissandi sjórinn maður og saltbragð. Veist það er til aðri staðir fyrir utan Ísland, sko. Ég finnur ekki svona saltbragð í munnunum bara þegar þú spila. Finnur þú ekki? Ég er alltaf með saltbragð í munnunum. Ég er salty as fuck. Já, það er út af öðru og ég ætla ekki að fara út í það hér. Það eru börn að horfa. Heyrðu, hvað að fara hérna, var ekki búinn að finna kistu? Hún var ekki hér. Greinilega ekki hér. Hún er þarna mig. Og svo getur maður náttúrulega stelpt það sig í gang, séðu, ég get farið í hérna runna hérna. Ert þú bara 100% viss um það? Að þú hefur séð alla gaur? Það sér mig enginn. Sér það sér mig enginn. Hæ, hvað séu? Ert þú bara 100% viss um að þú hefur séð alla gauruna þegar þú fórst þarna með? Nei, ekki 100%. En þú sást ég var að vinna vel með örninn og það er líklegt að ég séð á flesta, sko. En hérna ég er að lúta, maður verður alltaf að hreinsa. Sjáðu, þarna kemur hvað er inn á svæðinu. Þú veist þarna vinstra megin. Ég ætla, þú veist hvernig ég er. Ég vil klára. Þú ert engin klárari en... Það er engin klárari en ég, ætla að segja. Það var ekki það sem ég ætla að segja. Sagði ég og datt niður og misti power. Ógeðar. Ok, hvernig var að taka þetta? Þú ert greinilega að vinna með Assassin style. Já, ég er dálítið bara þú ert bestið í. Þú ert ekki búinn að lemja neitt í þú veist melee combat. Sjáðu þarna, gaurinn þarna sem var að beygja sig niður. Já. Hann er hérna level 5, sko. Heyrðu, þennan sá ég ekki, áðan. Gæti verið að mista einhvern gaurum, sko. Getur ekki merkt hann eða eitthvað? Nei. Þarna er einhver einn, svona byrja þar. Þetta er gott að ráðast á þessu sem ég. Sjáðu, léttur á fæti. Whee! Ég er að fara aftan á hann. Ekki segja þetta. Jú. I'm proud. Akkur þarftu að gera allt skrítið? Þegar hann situr. Þetta er eins mikið target fyrir því að hægt er. Nefnum að það er gæi akkurat að labba niður tröppuna sem er bara að spotta þig. Þú ert ósynlegur. Ok. Þessi er bara að borða næsti sitt. Við skiptum. Sælir. Ég er bara að fara inn. Ég fæ minn loð... Þinn tími er kominn. Já, heyrðu, ég get ekki að fara aftan á hann. Það er alltaf leið, hann kemur beint í hliðina á hann. Hliðina á hann? Ok, hann fara í... Takk hann. Hann er ekkert að fylgjast með maður. Let's go. Það er annars ég sá mig samt, sko. Smá vesen. Sér hann líkið, sko. Þetta hann haldi ekki... Þetta hafi bara verið vindurinn. Must have been the wind. Wow, boom. Heyrðu. Archer Slayer. Já. Það sá enginn. Er eitthvað að koma fleiri hérna? Býtu, hann horfði á gæjan... Já. Ok. Já, hann er hérna í skugganum, sér það. Já, hann fellur inn í kistuna. Já, en svo get ég lyft honum. Ég get tekið hann hérna. Sælir, kottu venni minn, við erum að fara í Börkman. Nei, runnan. Börkman. Svo skilja hann eftir. Nú sér hann enginn. En þú varst ekki að fá betra vopn, eða? Betra vopn, aha. Ég held það. Það var bara verið eitt vopn, sko. Inventory blikkar. Þú tekur vel eftir. Ég er með gott auga. Já, líka betra... Þetta? Hvað? Ítt þetta, já. Ballir og farið sverðið þitt. Þarna, nei, varstu með þetta? Þarna. Vá. Nú get ég farið að taka mig niður. Þarna ertu flottur. Núna farið þið ekkert stoppað. Farið mig ekkert stoppað? Nema þú sjálfur. Ok. Nema ég sjálfur. Sjáðu maður, sník. Sník. Léttur á fæti. Þessi gaur. Nei, sælir. Wow. Það sá þetta. Er mikið að mismunandi svona animation sem þeir taka? Já, það er alveg slagt af því, sko. Heyrðu, þú er í fárlega vondum málum. Nei, þú getur alveg fengið eitt voru. Hérna, varstu að nýtt sverð og eitthvað? Þú veist hvað ég geri? Það er þetta grjótar. Ég er bógamaður. Balli bógamaður. Akkur er sníka, Eru hættir að vinna með sník? Þarna, já. Það gæði bakvið sem. Þarna, Þú veist þetta vopn að skila sér, maður.
Nú eru menn konur í eitthvað vesen. Nei, út með þetta. Hvernig náðu þér? Hann náði gegnum veggi. Það var fárlega reyndar. Já. Ok. Þú veit ekki neitt. Nei, það er gæði að koma. Svona, lappandi tröfn að vestra veginn. Hver þessi? Já. Hann bara að sjá líki, sko. Já, það er við fyrir bara hingað. Ætlar hann að koma upp tröfnum? Já. Þetta er alveg bara geggjuð ákvörðun. Það vissi ekki hver var Býta það, ég er að koma með þessar tröfnur. Ég er að koma með það. Það er ekki fett. Þetta er rosalega vel gert hjá þér, sko. Það ekki? Þetta er rosalega vel gert hjá þér. Af hverju ég með svona, ég samt með svona slæma tilfinningu. Gleymdi ég að íta á record eða ítti ég á record, mástu það því? Ég veit ekki. Þú veitir... Jú, ég get tekið upp gameplayið bara. Eftir þetta. Það þarf ekki íta á record. Til í það? Ja? Já. Herru, það sé hérna. Farðu að vinna með sneak með það ferði betur. Ég er ekki hrifinn af þessu. Er það spennandi? Já. Það er það? Nei, sæli. Það er meiri spenna að laumast og reyna að Já, ég er það meira þannig, sjáðu. Þeir eru allir í, þetta var alveg svo í síðasta regn. Allir í... Ég man með þau áttum þessar samræður í seinasta. Já, þeir eru bara, þú veist, þessi gaur vakna bara á mótnana. Já. Herðu sælir, það er náttúrulega mikilvægt að maður fari í hreinar nærbuxur. Eins og það sé að pæli því. Já. Þeir eru allir í mjög hvítum. Hvað er að þessu? Hvað er hann? Hálfur simpansi? Hann er alltaf á 4 fótum. Farðu bara að stinga í baki. Samt svona level 5, sko. Það var gaurinn betur frá hann, sem þú sagst ekki. Shit, hvernig var að gera það? Hvað er hann að gera? Ég veit ekki. Hann heldur örugglega bara, ef þú stingur þennan, þetta verður... hörru. Hann er bara að leita blómum, sko. Hann veit ekki neitt. En þú veist... Já, þú ert flestir búin að drepa hann, sko. Þú veist að sverður er þetta geggjað, sko. Sjáðu þetta með þér. Hvað er endan? Kraftur í þér. The Shroud! Warspear. Þeir eru bara að finna The Shroud. Erum við að finna? Jep. Return to Elpenor. Return to the great Elpenor of the wisest of the kingdom. Já, það er gaurinn sem réð okkur til verksins. Erum við ekki að skila þessu bara? Er þetta ekki bara success? Þarf ekki að gera þetta? Hvað? Odysseus Palace, find Enigmata Ostraka. Nei, öllum sama. Nei, við erum náttúrulega bara að sýna hvernig þetta virkar, sko. Sérðu? Sjá hvað þetta er flott. Þetta er þetta rosalega flott. Það er þetta fárlega, sástu hvernig ég rúlaði mér og... Hæ? Ekki láta þess að þú sért að gera þetta, sko. Það er ekki bátur hérna, ekki þetta ekki? Getur þetta ekki bát? Getur þú gert það? Ég get ekki bát. Held það nú. Sælir. Eða ekki. Vá. Þetta er ekki að bátur. Ég kemst ekki upp bátur. En það sem er líka geggjaverðarleik, þú veist, maður er náttúrulega sér all landsvæðið hérna, þú getur farið. Svo getur þú líka sko farið hér og það er hérna neðansjáur er bara... Það er búið að pæla í þessu líka. Já, hér er bara allt að gerast. Hérna getur þú fundið hérna lút og allskyns drasl. Þannig að þessi leikur er náttúrulega fáránlega yfirgripsmikill og stór. Það er náttúrulega bara ekki eðlilegt. Það er flott. Það lítur mjög vel út. Þannig að... Líka bara hvernig varst að sjá mennina. Já, það er hesturinn sjáðu, hann er tryggur. Hann bíður hérna, bíður eftir mér. Já. Og það er eitt þegar maður er á hestbaki sem að mér finnst mjög gott veruleik. Þú ert mikill áhugamaður hestbaki. Já, ég er mjög mikill áhugamaður hesta yfir höfuð og alls dýr. En hérna, svo við þurfum að fara hérna, þessi sem það er nú. Rosalega lukkar þetta vel. Þetta lukkar fárlega vel, sko. Við þurfum að fara hérna, svo við förum hérna hestinn. Mántum kvikindi maður. Sælir. Og þá get ég farið í follow road hérna. Það reyndar er ekki vegur hérna. En yfirleitt þegar er vegur, þá get ég farið í það. Ég elska þegar þú ætlar að sýna eitthvað að feilar. En þú veist, hérna er ekki vegur hérna, þetta er vegur. Ég er að skrýtnum sko. Það er bara að hlaupa fólk á upp hús. Já, ég meina þetta er náttúrulega, það er fyrir. Hérna er vegur. Þú getur farið á veginn og hérna, þrýningur. Nú fer hesturinn bara og græjar þetta. Ég get fengið kaffi með því, á meðan hesturinn bara sér þetta. Svo, og meiri sé það sem ég fíla við þetta, það er mjög mikið að geitum í leiknum. Já, nú stoppa hann bara því að nú er ég komið hérna og leiðar enda. Svo erum við bara gamla hérna. Og þetta þá parkourum við fyrir því. En það er mjög mikið, hesturinn þegar hann er sjálfur á sjálfstýringu, þá eirir hann engu. Hann bara drepur menn og húsdýr og geiturnar og allt þetta. Það er gaman að því, það er eitthvað satisfying við það að keyra yfir geit.
Hvað? Þú áttu vandamálstíða, Ólafur. Hvar hann? Hvar vinnur? Það niðri. Hérna. Það er hann. Aðbúin á. Hann hlýtur hún ánægður með mig. Og það er eitt í þessu leik annað, fyrst að við förum við þetta, svona svipað eins og í Mass Effect leikjunum og fleiri leikjum, að það er svo, allir fyrir ofan, sælir. Það er líka allir í fatta formi. Já, það er allir í fatta formi, sérðu hvað hann er vel greiddur og með flott bringuhorn. Með fullkomin bringuhorn. Já, fullkomin, sérðu þetta? Það er bara eins og þau eru svo plasti, sko. Heyrðu, og hérna, sjáu þið, grafíkin er mjög flott. Og það er svo gilið, þau eru oft að spjalla það með hann svona, þá getur þau valið oft hvað þú ætlar að segja. Og það hefur áhrif seinna í leiknum. Til þess að byrja leiksins, þá getur maður ráðið hvort maður drepur ykkur að gaura eða sleppur þeim. Og það hefur áhrif, þeir koma aftur og honta þig ef þú sleppur þeim og ef þú drepur þá bara þá hefur það einhverjar aðrar afleiðingar í för með sér. Þannig að þetta er mjög skemmtilegur og svona stór open world leikur og allir mjög vel vaxnir í þessu leik. Og flottir. Það eru flottir hestar, það eru velvaxnir kallmenn, þú ert bara í himnaríki. Já, mér líður bara mjög vel. Lífið gæti ekki verið betra. Nei, ég veit það. Þannig að þetta, þeir sem vilja komast í svona góðan Spartan stemmingu. Sem vilja þú veist bara fá svolítið svona kallmennsku genin á flug þegar þetta tekka á þetta. Svo getur þetta verið kona líka í leiknum. Ég heldur þetta að það sé mjög cool. Þetta er mjög svona, þetta er mjög svona mjög, hvað maður segja, heimur sem er mjög cool. Man líður mjög vel í þessum heimur. Það lítur vel út. Ég líður eins og ég sé bara the man. Og hérna getur maður til dæmis. Hvað er það að segja? Hvað ég segja? Military ranks mean nothing to me. Wow. Eða I'm a Mistios, not an assassin. Oh, I'm a fighter, not I'm a lover, not a fighter. Hvað ætlar að gera? Hvað ég segja það? Nei, ég ætla að vera harður. Af því að þannig er ég. Generals bleed like anyone else. Sjáu hvað hann er flottur þessi maður. Sjá, þá getur þú verið að segja svona. Why choose me? Sko. You're invincible. Ég veit það. Þannig að þetta er nýji Assassin's Creed leikurinn í raun, þú veist, og svo náttúrulega verður hann flóknar sem álíður, þú getur verið í... Þessi leikur vantilega fyrir að gefa þér marga klukkutíma. Já, heldur betur. Þetta er örugglega 100 plus, 200 plus eða eitthvað, sko. Og ef þú ætlar að klára öll side mission og fara í gegnum allt sem er í leiknum, að þá er hellingur í gangi. Þannig að ég mæli með þessu leik. Sko, ég ætla að segja ykkur með Assassin's Creed, ég hef verið í svona love-hate sambandi við þessu seríu. Fyrsti leikurinn var geggjaður svona fyrstu klukktíman en þá var alltaf að gera það sama. Og svo í rauninni fannst mér alltaf vera þannig. En mér finnst þau vera komnir á einhverja braut sem að ég er farin allavega að fíla. Meiri svona roleplaying, meiri átt að Witcher, Red Dead, svona open world. Og það myndi mig að mörguleiti bara á Spiderman-leikinn sem að mér finnst bara einn af bestu leikinn sem ég spila lengi. Þó að sko, þemaði ekkert skilt með en bara gameplay. Það er alltaf að leysa einhver svona side mission, fara á milli staða, risastór svona open world leikur. Þannig að vel gert hjá Ubisoft og ég held að ég eftir að eyða nokkru 100 klukktíma með þennan. Ég held að þetta sé fyrsti Assassin's Creed leikurinn í langan tíma sem ég langar að klára. Mér finnst líka þema flott í honum. Þetta er svona gríska, svona gríska bæði goðafræðin og Grikkland og svona. Þú fílast sterkir kallmenn. Ég ætla að vera bara, ég ætla að fá mig bara risastóra krukku eða fettaosti og svo spila og þú veist, það er reyndar ekkert mjög hentugt svona gamermunns að vera með fetaosti. Þú getur sett svona tannstöngulega. Það er helviti, ég er svo líktar náttúrulega fjärstyrningi bara, þú ert ekki að þrífa fetaost og fjärstyrningu. Þú setur bara tannstöngulega og svona potar í. Þú ert, já, vá, þetta er frábærlega vel gert. Hugsa í lausnum. Þannig að ég mæli með að spila Assassin's Creed Odyssey, fáðu ykkur bara fetaost og tannstöngul, stingið í og þið komist í þessa grísku stemmingu. Já, heldur betur.